Jæja, vinir, í dag ætla ég að tala betri ættjörð. En við erum Íslendingar og við erum stolt af því að vera Íslendingar. Við erum fullvalda þjóð. Við erum eins og allar aðrar þjóðir í kringum okkur. Við höfum ríkisstjórn og við ráðum okkur sjálf. Eða svo var okkur sagt. Við höfum lög og reglugerðir og við höfum okkar eigin gjaldmiðil og við höfum landamæri og við ráðum yfir okkar eigin fiskimiðum. Við erum fullvalda þjóð. Við erum eins og allar aðra þjóðir í kringum okkur sem hafa sitt yfirráðasvæði. Við viljum vera eins og allar aðra þjóðir í kringum okkur. Er það ekki rétt? Við berum okkur saman við aðra þjóðir. Við skoðum hvernig okkur reiðir af í samanburði við nágrannalöndin okkar. Hvernig lífskjör okkar eru, efnahagslífið, hamingja þjóðarinnar í samanburði við aðra. Við sjáum að það er ekki allt eins og best verður á kosið, en við erum bara nokkuð ánægð með okkur sjálf og þennan samanburð sem við erum svo gjörn á að beita. En það hafa alltaf verið mismunandi þjóðir og sjáum það í Biblíunni. Það voru fullvalda þjóðir og þær höfðu konung yfir sér. Amorítar höfðu konung og Edomítar og Egyptar og Assýringar höfðu konung. En svo var það Ísrael. Þeir höfðu engan konung, þeir höfðu dómara og þeir voru öðruvísi en allar aðra þjóðir í kringum það. Ó, hvað það var erfitt að vera öðruvísi. En Guð ætlaðist alltaf til þess að Ísrael væri öðruvísi. Þeir áttu að vera Guðs eigna líður, sérkennilegu líður. Jafnvel eitthvað sem fólk horfir á og segir, vá, þetta er spes. Og þannig var Ísrael í 400 ár. Í 400 ár eftir að hafa farið inn í fyrirheitna landið voru þeir sem þjóð án konungs. Af og til myndi Guð reisa upp dómara til að mæta sérstökum þörfum á krepputímum, en það var ekkert konungdæmi sem var gefið frá föður til sonar. Það var engin konungsfjölskylda, það var engin opinber ríkisstjórn og konungsdómstóll. Og 400 ár, þannig var þjóðin. Og svo gerist það að þeir verða þreyttir á því að vera öðruvísi. Það er svo erfitt að vera öðruvísi en allir aðrir. Hvernig gerðist þessi umskipti og hvað hefur Drottinn að segja okkur um það? Við lesum það hér í 1. Samúelsbók í kafla 8 og ég les hérna fyrstu 3 versin. Samúel var orðinn gamall, setti hann sonur sína dómara yfir Ísrael. Frumgetinn sonur hans hét Jóel og annar sonur hans hét Abía. Þeir dæmdu í Betseba, en synir hans fetuðu ekki í fótspor hans, heldur hneigðust þeir til ágirndar og þágu mútur og þeir hölluðu réttinu. Samúel, hann er einn af guðræknustu mönnum Biblíunnar. Þú munt aldrei finna stað í Biblíunni þar sem segir að Samúel hafi syndgað, en þar með er ég ekki að segja að Samúel hafi ekki verið syndari. Okkur er bara aldrei sagt frá því í Biblíunni að Samúel hafi raun syndgað á einhvern sérstökum stað. Guð er aldrei að ávita hann fyrir synd sína. En ef það er einhver staður þar sem Samúel syndgaði, skráði í Biblíunni, þá er það hér. Því að það var synd fyrir hann að skipa syni sína sem dómara. Eins og hann hafði hugsað með sér, jæja, Guð hefur reist mig upp sem dómara yfir Ísrael, hann hlýtur einnig að hafa reist syni mína upp. Kannski hefur Samúel hugsað með sér, það er ekkert leiðtoga efni hér utan mína fjölskyldu. Hvað á ég til bragðs að taka? Jæja, ég býst við að ég byrji með sonum mínum. En vandamálið var, ef þú tekur eftir hér í versi 3, þá segir, en synir hans fetuðu ekki í fótspor hans.
Og þetta er ástæðan fyrir því að Samúel hafði rangt fyrir sér þegar hann skipaði syni sína sem dómara yfir Ísrael. Samúel hafði mikla væntingar þar sem þeir voru börnin hans. Kemur þau auga á vandamálið. Samúel gat ekki hort hlutlaust á sín eigin börn. Og ef við skoðum hvað þessi synir voru að gera, það segir þarna, synir hans fetuðu ekki í fótspor hans, heldur hneigðust þeir til ágindar og þáu mútur og hölluðu réttinum. Það hefði ekki átt að lyfta þessum mönnum upp sem leiðtogum eða dómurum yfir Ísrael. En samt sem áður, þegar við lesum hvað það var sem þau voru sekir og svo það sem við skoðum framferði margra leiðtoga sem við höfum í ríkisstjórnum í dag, þá getum við sagt að það væri frábært að hafa leiðtoga sem væri bara eins slæmir og þessi synir Samúels. Það væri í raun svolítið bara hressandi að hafa eingöngu þessa þrjá vankanta í stað þess sem við sjáum í heiminum í dag. Sjáum hér í versi 4 og 5. Þá söfnuðust allir öldungar Ísrael saman og fóru á fund Samúels í Rama og sögðu við hann: Sjá, þú ert nú orðin gamall og synir þínir feta ekki fótspor þín. Set oss því konung til að dæma oss eins og er hjá öllum öðrum þjóðum. Þannig að það er þrennt hérna sem þeir segja við Samúel. Það fyrsta er: þú ert gamall. Ég er viss að Samúel vildi ekki heyra það. Og annars sem þeir segja við Samúel er: við ætlum ekki að samþykkja syni þína sem dómara yfir okkur. En það var jákvætt af öldungum Ísraels að segja þetta. Það var gáfulegt af þeim. Þeir þurftu ekki að sætta sig við forustu manna sem voru ógurlegir og ekki hæfir, og það er mjög gott fyrir þá að koma bara og vera bara mjög hreinskilnir og nálgast þá og segja: Samúel, sjáðu, við getum ekki samþykkt þessa menn. Þessi menn eru óhæfir fyrir okkur sem leiðtogar. Og þó að það hafi verið skynsamlegt af Ísrael að hafna forustu sona Samúels, þá er það sem þeir gera í lok 5. vers sem er mjög rangt. Sérðu hvað þeir segja? Þeir segja: gef oss konung til þess að dæma oss. Þeir vildu konung. Við viljum ekki þessa dómara lengur, við viljum konung. Þarna eru 2 vandamál sem plaga Ísrael. Fyrsta vandamálið er að þeir fara á undan Guði. Tímasetning Guðs er jafn mikilvæg og vilji hans. Eitthvað sem gæti verið algjörlega vilji Guðs fyrir líf þitt, en það er ekki rétta tímasetningin. Það var vilji Guðs að Ísrael fengi konung, en það var ekki samkvæmt hans tímasetningu að hann yrði skipaður á þessum tíma. En annað þar sem að Ísrael fer úrskeiðis, það hefur að gera með þessa grunnkvöt þeirra til að vilja konung. Við sjáum það hér í versi 5. Set oss því konung til að dæma oss eins og er hjá öllum öðrum þjóðum. Amorítar eiga konung og Edomítar eiga konung, Egyptar og Assýringar eiga konung. Við viljum konung. Það er eins og lítið barn sem langar í leikfang. Nonni á þetta leikfang og Sigga á leikfangi sitt og Solla á þetta leikfang. Ég vil það líka. Það er ekki rétta ástæðan fyrir því að vilja konung. En í hjarta Ísraelsmanna þá var þetta ástæðan. Þeir vildu vera eins og alla þjóðir í kringum þá. Og það var mjög takmörkuð sýn, samanborið við það sem Guð hafði kallað Ísrael til. Guð kallaði aldrei Ísrael og sagði: þetta er markmið mitt, þetta er tilgangurinn minn með þig að vera eins og allar aðrar þjóðir. Guð hafði æðri köllun fyrir Ísrael og hann sagði: ég vil að þú sért heilagt prestadæmi, útvalið þjóð. Það var það sem Guð hafði hugsað sér fyrir Ísrael. Þetta er það sem Guð er að segja við okkur öll. Guð hefur hærri köllun með líf þitt en að vera eins og allir aðrir.
En Satan rífur okkur niður með því að rækta þessa tilfinningu innra með okkur sem fær okkur til að segja, veistu hvað, við viljum bara vera eins og allir aðrir. Guð vill ekki að þú sért eins og allir aðrir. Í stað þess að vera eins og heimurinn, þá vill hann að þú standi sterkur fyrir Jesú Krist. Hann vill að þú umbreytist til samræmis við Jesú Krist. Og svo ég held að Ísrael hafi ekki endilega haft rangt fyrir sér með að vilja konung. Það var í lagi fyrir þá að hafa konung, en þeir vildu hann af röngum ástæðum. Hefur þú einhver tímann á lífsliðinni upplifað þetta? Þú vilt eitthvað sem er rétt, þú vilt eitthvað sem er gott, en þú vilt það bara af röngum ástæðum. Og veistu hvað Guð gerir í þessum aðstæðum? Oft mun hann veita þér það og leyfa þér að vinna úr því. Svo Ísrael sagði, nei, við viljum ekki dómara lengur, við viljum konung. Hvernig myndi þér líða ef þú væri Samúel? Sjáum hér í versi 6. En Samúel mislíkaði það og þeir sögðu, gef oss konung til þess að dæma oss, og Samúel bað til drottins. Og það var líklega erfitt fyrir Samúel að horfast í augu við þá staðreynd að börnin hans voru ekki hæf til að vera dómarar yfir Ísrael. En það sem Samúel líklega mislíkaði mest af öllu var að hann sá ástæðuna fyrir því að Ísrael vildi fá konung. Og hann vissi að það var rangt. En það er ánægilegt að sjá hvað Samúel gerði með þessa óánægju sína. Hvað gerði hann þegar hann var óánægður? Hann fór með það til drottins í bæn. Ég veit ekki hvað hefur verið að gerast í lífi ykkar. Eitthvað gæti hafa gerst í vikunni til að misbjóða þér. Koma hjarta þínu á erfiðan stað. Látið þið finna fyrir þrýstingi og kvíða lífsins og alls þessa heims. Guð vill aldrei að þú berir svona vandræði einsamall. Gerðu það sem Samúel gerði. Berðu það upp til drottins í bæn. Og ég get fullvissað þau að ekki mun allt í lífinu fara eins og þú vonar. Það koma upp vandræði. Þú munt standa frammi fyrir erfiðleikum og þú þarft að fara með það til drottins í bæn. Það gerði Samúel. Í staðinn það sem mörg okkar gera þegar hlutirnir eru erfiðir í lífi okkar, það er að við höldum því bara öllu inn í okkur og það verður eins og sýra sem að étur sál okkar að innan. Og þú veltir fyrir þér hvers vegna þú ert svona reiður, hvers vegna þú ert svona langt niðri og hvers vegna þú ert svona erfiður við annað fólk og hvers vegna þú ert svona pirraður, hvað er í gangi? Hvers vegna ekki að taka það sem er að angra þig og hella því út frammi fyrir drottni? Taktu það sem þér mislíkar og hrópaðu frammi fyrir Guði. Útheltu því frammi fyrir Guði og láttu hann bera byrðina þína. Hann er sterkar en þú og Guð ræður við það þó að þú getur það ekki. Svo það er það sem drottin var að segja við Samúel hér og svo heldur hann áfram í versi 7 og 8. Drottin sagði við Samúel, lát þú á orðum liðsins í öllu því sem þú biður þá því að þeir hafa ekki hafnað þér, heldur hafa þeir hafnað mér, að ég skuli ekki lengur vera konungur yfir þeim. Svona hafa þeir ávallt breytt. Frá þeim degi ég leiddi það út á Egyptalandi, allt fram á þennan dag, þegar þeir hafa yfirgefið mig og þjónað öðrum guðum. Öldungis og sama hátt fara þeir nú með þig. Með öðrum orðum, Guð fullvissar Samúel hér. Það er næstum eins og hann leggi handlegginn utan Samúel og segi, Samúel, þeir segja þér að þú sért gamall og synir þínir séu óhæfir. Samúel, ekki taka þessu persónulega. Þeir eru ekki að hafna þér, þeir eru að hafna mér. Og hann sagði, lát þú á orðum lífsins. Samúel gefur þeim það sem þeir vilja. Þeir vilja konung. Gefðu þeim hann. Nú hvers vegna var Guð að segja það? Var Guð að segja það
vegna þess að Guð skipti skoðun og allt í einu segir hann núna, jæja, það gott fyrir þá að hafa konung eins og þeir vilja hafa hann. Það ekki ástæðan. Guð í raun að segja, ég ætla að kenna þér eitthvað í gegnum þetta Ísrael. Þú vilt konung, ég skal gefa þér konung og við skulum sjá hvernig það virkar. Svo oft hugsum við að við þurfum betri stjórnmálamenn, við þurfum betri leiðtoga, þegar það sem við þurfum í raun og veru að hafa rétt viðhorf til Guðs. Og það var það sem Ísraels þurfti að gera og það var það sem þeir voru blindir á. Þeir héldu að það var einhver pólitísk lausn á vandamálum þeirra. Þeir þurfti í raun bara að hleypa Guði inn í sitt eigið hjarta. Þeir hafa ekki hafnað þér, heldur hafa þeir hafnað mér. Það finnst mér alveg ótrúlega ósanngjarnt. Hafði Guð ekki sýnt að hann væri verðugur konungur? Sýndi hann ekki hæfileika sína til að leiða og frelsa þjóðina aftur og aftur? Og það sem svo magnað hér að þessi höfnun þeirra á Guði. Þetta eins og fyrirboðið þess sem koma mundi. Geturðu séð það fyrir þér í huganum? Jesús stendur frammi fyrir Pontíusi Pílatusi og þar Pontíus og öll hans glæsilegu klæði og þar Pílatus og öll hans klæði og Jesús hann ber þyrnikorunu og Jesús niðurlægður og þar sem hann stendur þar eru þeir samankomnir, reiður múgurinn hrópar, krossfestu hann og Pílatus hann ekki að skilja þetta gyðingur. Hvers vegna vilja gyðingar að þessi gyðingur sé krossfestur? Og Pílatus segir, af hverju að krossfesta hann? Því að hann hefur ekkert rangt gert. Og hrópin koma aftur, krossfestið hann. Og Pílatus, hann getur ekki skilið þetta. Hann segir, hvað á að krossfesta konung ykkar? Og Ísrael hrópar tilbaka múgurinn sem var svo samankominn á þessum stað. Og þeir segja, við höfum engan konung nema keisaran. Og þeir höfnuðu Jesú Kristi sem konungi yfir þeim. Vinir, Jesús vissi hvernig það var að vera hafnað. Það gerðist hér í 1. Samúels bók 8. kafla og það sama sjáum við í Guðspjöllunum. Og svo nú þegar við komum að versi 9 sjáum við Guð búa Samúel undir það að gera nákvæmlega þetta og hann segir, lát því nú að orðum þeirra, þó skalt þú vara þá alvarlega við og segja þeim háttu konungsins sem ríkja á yfir þeim. Guð varar þá við og hann sagði ekki skipt skoðun. Guð sagði ekki reyndu að tala þá frá þessu. Nei, þessi stað segir Guð allt í lagi. Látum þá læra þessa leksju, látum þá fara þessa leið. Guð að segja, allt í lagi, þú vilt fara þessa leið, þá ferð þú inn í þetta með opin augu. Ég ætla að segja þér nákvæmlega hvað að fara að gerast þegar þú ert með konung. Og þegar Guð tala til okkar, þá erum við ábyrgvarðandi það hvað við gerum með það sem hann segir okkur. Og Guð ætlar að gera Ísrael ábyrgan og þeir geta ekki komið aftur og sagt, við vissum þetta ekki, því þeir munu vita það, því Samúel, hann ætlar að segja þeim það. Sjáu svo hér afleiðingarnar í versunum 10-18. Þá sagði Samúel liðnum sem heimti af honum konung öll orð drottins og mælti, þessi munu verða háttur konungsins sem yfir yður á að ríkja. Sonu yðar mun hann taka og setja þá við vagna sinn og á hesta sína og þeir munu hlaupa fyrir vagni hans og hann mun skipa þá hersöfingja yfir 1000 og höfðusmenn yfir 50 og setja þá til að plæja akvaland sitt og skera upp kort sitt og gjöra hernaðatíi sín og ökutíi og dætur yðar mun hann taka og láta þar búa til smyrsl og elda og baka. Og bestu lendur yðar, víngarða og olífugarða mun hann taka og gefa þjónum sínum og af sáðlöndum yðar og víngörðum mun hann taka 10
og gefa hana geldingum sínum og þjónum sínum. Og það heldur áfram hér. Og þræla yðar og ambáttir og hinna bestu uxa yðar og astna yðar mun hann taka og hafa til sinna verka. Af sauðféna yðar mun hann taka 10, en sjálfur munu þér verða þrælar hans. Þá munu þér hrópa undan konungi yðar, en þér þá hafi kjörið yður, en þá mun drottinn ekki svara yður. Þetta þungbært, ekki satt. Guð að segja, hlustaðu, þetta sannleikurinn. Þú vilt konung, leyfðu mér að segja þér hvað mun gerast. En ég held að Ísrael hafi ekki hugsað mjög skynsamlega þetta. Þeir eru að falla í gildru. Margir mistakast á nákvæmlega sama hátt og Ísrael mistókst. Þegar vandamál koma upp, hugsa þeir upp svarið við því vandamáli, en lausnin hefur í för með sér fleiri vandamál en upphaflega vandamálið. Guði gegnum spámanninn Samúel, hann hefur gefið Ísrael sanngjarna viðvörun, en hver staðan í dag varðandi valdshafa þessa heims? Það bara það sama í dag eins og það var hjá Ísrael. Valdhafar þessa heims eru þiggjendur en ekki gefendur. Þeir taka, eins og við sáum svo vel í þessum texta, þeir taka en ekki gefa. Og Samúel vill að þjóðin sé vöru við. Þegar þú eignast konung mun hann taka frá þér, ekki gefa, og þið munu vera þjónar hans. En það einn konungur sem ólíkur öllum öðrum, konungur konungana, drottinn drottnanna, Jesú Kristur. Hann ekki konungur sem tekur, hann gefandi konungur. Jesús sagði okkur að hann kæmi ekki til að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Og þannig eigum við líka að vera. Biblían sagði að þú sért hluti af konungs fjölskyldu. Við erum konunglegt prestafélag. Við erum hluti af konungs fjölskyldu og Jesús konungur okkar. Ef við erum hluti af konungsfjölskyldu, skulum við vera gefandi kóngafólk, ekki þiggjandi kóngafólk. Og svo stendur þarna í versi 18 í lok þess alls, þá munu þeir hrópa undan konungi yðar, þér þá hafið kjörið yður, og þá mun drottinn ekki svara yður. Sjáðu vers 19. En fólki vildi ekki hlýða fortölum Samúels og sagði, nei, konungur skal yfir oss vera. Þetta var eins og segja, já Samúel, en nei takk fyrir samt, við viljum samt konung. Sjáum síðan í versi 20, þetta ástæðan sem þeir gefa. Svo að við séum eins og allar aðra þjóðir, og konungur vor skal dæma oss og vera fyrirliði vor og heyja bardaga vora. Og við getum séð fyrir okkur Samúel þegar hann heyrir orð fólksins að hugsanlega sparkaði hann í vassbrunnin eða eitthvað álíka. Og býst við að hann hafi verið mjög pirraður yfir þessu. Og hann heyrði öll orð fólksins og endurtók þau í áheyrn drottins. Hann hefur verið sár. Guð, þú munt ekki trúa fólkið. Ég varaði það við Guð, en það vill ennþá fá konung. Og svo segir hér í versi 22, en drottinn sagði við Samúel, lát þú að orðum þeirra og setja yfir þá konung. Og þá sagði Samúel við Ísraelsmenn, farið burt, hver til síns heimkynnis. Með öðrum orðum, allt í lagi, farðu heim, ég skal sjá þetta. Ísraelsmenn, eftir að hafa heyrt viðvaranir Samúels, eftir að hafa heyrt hvað drottinn hafði að segja við hann málið, virtu það að vettugi og sögðu, nei, við viljum hafa konung yfir okkur. Hafði Guð ekki barist fyrir hönd Ísraels áður? Guð vann stórkostlega bardaga fyrir Ísrael. Hvað að þessu fólki? Var Guð ekki að standa sig? Þurftu þeir að skipta Guði út fyrir annan konung? Eitthvað slíkt vandamál í gangi hér? Hvað var það sem Ísraelsmenn vildu í raun og veru? Þeir vildu ímynd konungsins. Þeir áttu konung, Guð sem ríkt á himni. Hann gerði allt fyrir þá sem hægt var að ætlast til af konungi. En Guð myndi ekki gefa þeim
það sem þeir voru að sækjast eftir, þessa konungsmynd. Þeir vildu hafa allt glingrið. Þeir vilja konung og kórónu og veldisbrota. Við getum búið til hásæti. Hann getur setið í hásæti sínum. Og það verður konungsfjölskylda og við getum búið til tímarit og sjónvarpsþætti og sagt frá því að prinsessan, sjáiði, hún að deyta þennan mann. Ó, þetta allt það sem við þurfum. Þeir vildu ímynd konungsfólks. Svo Guð sagði, þú vilt konung, ég skal gefa þér konung. Ég skal gefa þér öll þessi hlutverk sem að þú ert að sækjast eftir. Hann skal líta vel út. Bíddu þangað til þú sérð hann. Þú mátt bera hann augum og segja, sjáuð hversu vel hann lítur út. Hann lítur vel út á forsíðum blaðana og tímaritana. En hann mun ekki hafa hjarta konungs sem Guð sækist eftir. Svo það sem Drottinn segir, lát þú á orðum þeirra og set yfir þá konung, þeir eru að hafna stjórn Guðs. Þeir eru að segja, sko, við vitum að þú reyndir þitt besta, þú hefur staðið þig vel, en þegar kemur að því að vera konungur, þá verðum við að láta þig fara, Drottinn. Þú veist, við erum að leita í kringum okkur að öðrum gaur. Takk fyrir, við kunnum að meta það sem þú hefur gert, en ekki hringi okkur, við hringjum í þig. Og hvað heldur að hafi gerst á himnum þegar Ísraelsmenn sagðu þetta? Haldið þið að Guð hafi sagt sem svo, mér þykja það leitt að hafa brugðist ykkur. Leyfðu mér að stíga af veldisstóli mínum bara svo að þú geti gert hvað sem að þú vilt. Guð var ekki að fara neitt. Og þrátt fyrir að Ísrael hafi staðið gegn honum, þó að þeir hafi hafnað honum, þá var Guð enn við stjórnvölin. Guð mun aldrei stíga af hásæti sínu. Þeir eru að hafna stjórn Guðs, en þeir geta ekki flúið hann. Guð mun aldrei stíga af hásæti sínu, jafnvel þótt að menn biðji hann það. En spurningin er einhver staður í lífi þínu, stór eða lítill, þar sem þú ert að standa gegn stjórn Guðs? Er einhver staður í lífi þínu þar sem þú hefur kosið annan kóng? Það er tilgangslaust vegna þess að Guð mun stjórna, Guð mun ríkja. Þú veist, það var ekkert sem Ísrael náði fram með því að gera þetta. Guð sat ennþá við stjórnvölin. Guð var samt konungur. En þeir nutu ekki góðs af stjórn hans eins og þeir gátu hafa gert. Það er munurinn. Og hvað er þetta allt í raun að segja okkur? Það sem þetta er að segja okkur er að við erum í raun í sömu stöðu og Ísrael. Við höfum valið okkur annan konung. Þegar Adam og Eva óhlýðnuðu Guði í garðinum forðum, þegar þeir völdu að hlusta frekar á höggorminn og það sem hann hafði að segja, frekar en að hlusta á Guð, þá voru þau í raun að segja, Guð, við viljum hafa annan konung yfir okkur. Við viljum velja okkar eigin konung. Og Guð steig til hliðar af þessu leyti og hann var að vísu ennþá konungur. Það er alveg sama hvað við gerum, við veltum Guði ekki að veldisstóli sínum. En hann leyfði þeim að velja og sjá og upplifa hvert það leiðir. Hann leyfði þeim að sjá afleiðingarnar af vali sínu. En Guð hafði annað og meira í hyggju með okkur. Guð áttar sig á því eins og mörg okkar að afleiðingarnar af þessu vali okkar að velja okkur annan konung eru svo skelfilegar að eina ráðið í stöðunni er að skapa okkur alveg nýjan dvalarstað þar sem engin synd ríkir. Guð hefði í hyggju fyrir okkur betri ættjörð þar sem hann ríkir sem konungur. Það kann að virðast eins og Guð sé ekki konungur því það er annar höfðingi sem ríkir en Kristur sagði nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Það er það sem höfundur Hebreabréfsins á við hér í kafla 11 og vers 16, það sem að segir en nú þráðu þeir betri ættjörð, það er að segja himneska. Hann sýnir fram á að í stað þess að láta fara vel sig hér á jörðinni, þá líta hinni trúuðu á þennan heim
sem að hann sé ekki þeirra ættjörð. Þeir játa að þeir séu gestir og útlendingar á jörðinni. Himnaríki, það ekki bara eitthvað framhald eftir að við njótum hins góða lífs hér. Á okkar dögum áherslan oft allt of mikið á hið góða líf hér og nú og ekki nóg á fyrirheitna landið. Þannig lifa margir sem játa Krist sem frelsara með hugan við þessa jörð frekar en að huga að því sem að ofan. Áherslan á það sem Kristur getur gert fyrir okkur hér og nú. Þá verður himnaríki bara eitthvað aukaatriði sem hefur engin áhrif á það hvernig við lifum frá degi til dags. Allir þessi menn dóu í trú. Líf þeirra einkenndist af þessari trú alveg fram í dauðan. Enginn þeirra sá fyrirheitið Kananland eða fyrirheit óteljandi afkomendur verða að veruleika. Þeir litu á sig sem ókunnuga og útlaga á jörðinni. Ef þeir hefðu efast fyrirheit Guðs, hefðu þeir geta farið aftur til heimalandsins, en eins og staðan var þá þráðu þeir betri ættjörð, það að segja himneska. Og svo dóu þeir í trú á enn óuppfyllt, óséð fyrirheit Guðs, sem slíkir eru þeir dæmi hvernig á að lifa og deyja í trú sem útlendingar á jörðinni, á meðan við þráum betra land á himnum. En áður en við getum trúað á lofar Guðs verðum við að sjá þau. Áður en við getum séð þau verður Guð að opna andlega blind augu okkar, eins og Páll útskýrir í síðara Korinthubrefi 4:4-6. Því Guð þessarar aldar hefur blindað huga hinna vantrúuðu til þess að þeir sjáu ekki ljósi frá fagnaðarerindinu dýrð Krists, hann sem ímynd Guðs. Og til þess að við getum séð andlegan sannleika þar Guð sem sagði ljós skal skína fram á myrkrinu að skína í hjörtu okkar til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. Trúin gerir okkur kleift að sanna það sem ekki sést með því að upplifa hana í okkar daglega lífi. Og þannig gladdist Abraham yfir því að sjá dag Jesú. Hann sá hann og gladdist. Persónulegt samband við Guð hefst þegar hann opnar augu þín til að sjá fyrirheit hans í Jesú Kristi. Og eftir að hafa séð lofar Guðs, tóku ættfeðurnir á móti þeim. Þeir voru samfærðir eða fullvissaðir fyrirheitin. Og þeir fögnuðu loforðum Guðs. Þeir tóku fyrirheit Guðs inn í líf sitt. Hefur þú gert það? Hefur þú tekið á móti Jesú Kristi inn í líf þitt sem frelsara og drottinn? Ef Guð hefur opnað augu þín fyrir raunverulegu ástandi þínu sem sekur syndari frammi fyrir honum og fyrir dýrð frelsarans sem bar refsinguna sem þú átt skilið, þá ættið þú að bjóða hann hjartalega velkomin inn í þitt líf. Svo segir hér í Hebreabréfinu áfram að 11. kafla 13. og 14. vers: Allir þessi menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirheitin. Þau sáu þeir álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir voru gestir og útlendingar á jörðinni. Þeir sem slíkt mæla sýna með því að þeir eru að leita eigin ættjarðar. Þeir fengu ekki heildar uppfyllingu loforða Guðs í þessu lífi. Þeir fengu aðeins að smakka á þeim. Abraham og Sara fengu loksins fyrirheit son í Ísak, en Abraham dó án þess að sjá fyrirheitið afkomendur eins og stjörnur himinsins verða veruleika. Þannig að ættfeðurnir fengu að bragða á efndum loforðana en tóku aðeins á móti þeim úr fjarlægð. Það sama á við okkur, öll okkur sem trúum. Guð hefur lofað okkur eilífu lífi og samt eins og ættfeðurnir deyjum við öll nema við séum á lífi þegar drottinn kemur aftur. Heimurinn, hann hæðist að slíkri trú. Þvílíkur brandari, þetta óskhyggja. Og margir eru feimnir nú á dögum við að minnast á himnaríki. Við erum hrædd við háðglósur, óraunhæfar væntingar. En annarkvort eru raunverulega væntingar eða ekki. Þannig að við verðum að sjá og fagna fyrirheitum Guðs, þó við getum aðeins gert það
í þessu lífi úr fjarlægð. Og ástæðan fyrir því að Abraham yfirgaf heimaland sitt og fluttist til Kanans var sú að hann hafði séð og fagnað fyrirheitum Guðs. Ef hann hefði hunsað lofar Guðs, hefði hann haldið áfram að búa í heimalandi sínu, þar sem hann hafði blandast öllum öðrum. En vegna þess að hann trúði Guði og hlýddi kalli hans, fór hann frá fjölskyldu sinni og vinum og setti stað í einu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum. Sem kristnir menn ættum við að líða þannig, varðandi það að lifa í þessum illa heimi. Við ættum ekki að passa inn. Heimurinn sækist eftir öðrum markmiðum og ánægju en við. Heimurinn gleðst yfir hlutum sem okkur finnst óaðlaðandi. Heimurinn lifir aðeins fyrir þetta líf, en við lifum í ljósi eilíðarinnar. Heimurinn lifir eins og engin Guð sé til, en við lifum til að þóknast Guði, sem þekkir hverja hugsun okkar og hvatir. Heimurinn ætti ekki að geta skilið okkur vegna þess að við hugsum og hegðum okkur og lifum svo öðruvísi en þeir. Þar sem við erum þegnar í öðru landi, tölum við og hegðum okkur öðruvísi. Þegar þeir sjá að við erum ólík, ættum við að vera reiðubúin að segja þeim hvers vegna. Segðu þeim frá fyrirheiti Guðs himnaríki fyrir alla sem trúa á Krist, svo að þeir geti sameinast okkur sem pílagríma á ferð í átt að nýja landin okkar á himnum. Svo segir hér í versi 16, en nú þráðu þeir betri ættjörð, það er að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Við vitum ekki allt himnaríki, en við getum vitað með vissu að það verður miklu betra en besta tilvera sem við getum ímyndað okkur á þessari jörð. Sérhver vandamál sem við stöndum frammi fyrir á þessari jörð eru afleiðing falls mannkyns í synd, afleiðing þess að við höfum valið okkur annan konung. Og Guð sagði, allt í lagi. Höfðingi þessa heims fær að ríkja stund, en sjáum hvert það leiðir. Alveg eins og Ísrael forðum. Og hvernig hefur þessi höfðingi reynst okkur? Höfum við ekki alveg eins og Ísrael fengið að kenna á því að höfðingi þessa heims ríkir hér og flestir fylgja honum? En það breytir því ekki að Kristur situr ennþá við stjórnvölinn. Það mun ekkert víkja honum úr veldistóli hans og brátt mun hann varpa höfðingja þessa heim út og þá verður hvorki harmur né vein né kvöl framar til. Við eigum að leita heiminsins vegna þess að við þráum að vera með Jesú. Ef þú ert ekki að endurskipuleggja annarsama dagskrá þína þannig að þú getur leita þess sem hið efra, þar sem Kristur þarftu að rannsaka hjarta þitt. Þú gætir hafa orðið viðskila við kærleika þinn til frelsarans sem gaf sjálfan sig til að við getum verið brúður hans. En þar sem að þessir ættföður þráðu hina himnesku ættjörð, þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra. Og Guð ánægður með að kallast Guð þeirra. Og þegar Guð birtist Móse við brennandi runna, sagði hann, ég Guð föður þíns, Guð Abrahams, Guð Ísaks, Guð Jakobs. Jafnvel þó að þessi menn varu langt frá því að vera fullkomnir, var Guð ánægður með að vera kenndur við þá. Reyndar Guð oftast kallaður Guð Jakobs, sem var sennilega minnst til fyrirmyndar af þessum þremur. Og Jóhannes skrifar hér í 1. Jóhannesarbrefi 3:1-3, sjáið hvílíkan kærleika Faðirinn hefur auðsynt oss að við skulum kallast Guðs börn, og það erum við. Heimurinn þekkir oss ekki vegna þess að hann þekkir hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum við Guðs börn og það ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann Biðdu Guð að opna augu þín fyrir fegur þínar betri ættjarðar sem á himnaríki. Biðdu hann að fylla þig sín af fegur Jesú, svo að þú getur sagt, eins og segir hér í Sálmi 73, 25-26, hvern á ég annars að á himnum, og hafi ég þig, hirði ég eigi neitt á jörðu.
Þótt hold mitt og hjarta tærist, Guð bjarg hjarta míns og hlutskipti mitt eilífð. Amen.